Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 11 af þessu hlaðvarpi. Ég biðst afsökunar á því að röddin mín hljómar aðeins öðruvísi en hún gerir í hinum þáttunum. Ég er aðeins rámur og hás eftir langan gærdag og gærkvöld, en hér er ég kominn til að ná að taka upp þennan þátt vikunnar. Mér datt í hug að tala atriði sem að ég held að ég geti gert nokkra þætti en það er þá framburður sem að mig langar að tala aðeins Þú sem ert að hlusta á þetta hlaðvarp ert líklega nokkuð betri og færð fleiri færi til að hlusta á íslensku og lesa íslensku en þú færð að tala íslensku. Allavega ef að þú býrð úti í heimi. Ef þú býrð á Íslandi þá er að sjálfsögðu fullt af fólki til og fullt af tækifærum til að tala tungumálið og fá þá að læra betur hvernig framburðurinn á því er þegar þú sjálfur eða sjálf ert að tala íslenskuna. En ef þú ert einhvers staðar í heiminum þar sem að ekki finnast margir Íslendingar, þá gæti verið erfitt fyrir þig að fá hjálp eða aðstoð eða leiðréttingar á framburðinum þínum. Ég vinn mjög mikið með framburð þegar ég er að kenna nemendunum mínum og geri þá mjög mikið út úr því að láta nemandan framleiða hljóðin eins í munninum, þar að segja, að nota tunguna og varirnar og allt munnholið á sama máta og Íslendingar gera, eða allavega eins og ég geri. Af því að það fara svo mörg atriði í það hvernig framburður á tungumáli verður til. Þegar við lærum fyrst tungumál, þá erum við ekki bara að læra hvað orð eru, hvernig setningar virka og hvernig maður á að segja hlutina sem að maður hugsar. Því við erum hreinlega að læra bara á vöðvana í okkur. Við erum að læra á líkamann okkar, við erum að læra á röddina okkar og komast að því hægt og rólega hver við erum að búa til egóið okkar og að öðlast reynslu og persónuleika af því við erum unga börn. Það er fyrst þar sem við lærum að nota alla þessa vöðva og fá æfingu í því að stilla líkamann rétt saman þannig að hann nái að búa til hljóð sem að líkjast því sem er hljóðin í kringum okkur. Þar lærum við grunninn af því hvað það er að tala og lærir þá líka einmitt hljóð sem að eru mikilvæg og hljóð sem að eru ekki mikilvæg. Ég talaði þetta að einhverju leyti í fyrri þætti mínum sérhljóða. Þar lærum við hvernig okkar tungumál nýtir sér ákveðin hljóð sem að manneskjur geta gert. Ef við tökum einfalt dæmi þetta, þá er S-hljóð frekar algengt hljóð í mörgum tungumálum allavega. Af því það er frekar einfalt að búa það til. Að láta loft hissa yfir tunguna eða fram hjá tungunni. Á Íslandi er bara til einn S-stafur. Við erum ekki með setu
allavega ekki lengur. Þannig að við þurfum ekki að læra hver er munurinn á að segja S eða eins og á ensku Z. Það er klárlega munur á því innan enskunnar hvernig þú myndir segja stafinn S samanborið við setu. Þetta er mjög algengt líka í slavneskum málum. Ef við pælum í rússnesku þá eru til eins og S, Sj, Tj, J og fleiri S-hljóð sem ég að sjálfsögðu ekki að bera rétt fram. En þau eru með margar útgáfur af því og þurfa að læra munin á hverju einasta hljóði. Hvað gerist þá þegar þú lærir tungumál sem að er með hljóð sem að er ekki til í þínu tungumáli og þú þá tæknilega séð kannt ekki að búa það til? Í flestum tilfellum er það að fara að vera mjög svipað hljóð sem að þú kannt frá þínu máli sem þú þarft að færa yfir á nýja tungumálið þitt. Til dæmis gætirðu þurft að læra það hvernig nýja tungumálið segir T. Þú veist, þú kannt alveg að segja T, það er líka mjög algengt hljóð, alveg eins og S-ið, en þá er kannski munur á því, er T-ið sem að þú kannt rosa blautt T? Er mikið af lofthljóði sem kemur með T-inu? Nú er íslenska T-ið til dæmis nokkuð blautt, það er nokkuð mikið lofthljóð og svona ágætis spýting með hljóðinu. Á meðan það er ekki svo blautt í dönskunni T. Og sama gæti átt við það sem við myndum halda að væri mjög einföld hljóð, eins og þessi S sem ég tók fram áðan. S-ið á íslensku er frekar svona, hvað ætlum að segja, breytt. S, það getur orðið pínu lítið. Mikið af hátíðni hljóðum sem koma fram sem að geti þá verið til dæmis öðruvísi S eða jafnvel bara annar stafur heldur en sh, sem er miklu hlýrra og opnara hljóð heldur en hið þrönga S sem ég sagði fyrst. Þetta eru atriði sem að maður tekur ekki eftir nema að maður nái að opna eyrun fyrir því. Og hérna kemur þá kannski punkturinn sem að varð kveikjan af þessu umræðu efni þáttarins hjá mér. Að þetta er ein af stóru forsendunum fyrir því að maður nái að læra ný mál er að opna eyrun fyrir því sem maður hafði lokað á áður. Þegar þú varst unga barn, fórstu að sía í burtu með endurtekinni æfingu á því sem þú átt að gera og að æfa ekki það sem að þú þarft ekki að gera, af því að þessi hljóð sem að þú getur gert og prófar sem unga barn eru ekki hluti af tungumálunni. Þannig að þú sleppir að æfa þig og æfir hitt miklu meira. Þannig að þú verður mjög góður í að segja þau hljóð sem að felast í móðurmálunni þínu. Og verður ekki lengur jafn góður í því að heyra framandi hljóð sem annað hljóð. Það hreinlega, hverfur úr heilabúinu þínu. Auðvitað getur þú ennþá heyrt hljóðið, en þú tekur ekki eftir því að það sé eitthvað sem þú átt að skilja. Þetta er kannski bara eins og fyrir mér geti S og S verið sami stafur, af því ég hugsa bara út frá íslenskunni þegar að ég segi þessa stafi. Þar til og ef ég þyrfti að læra tungumál, eða væri að læra tungumál, sem að væri með breiðari flóru af bókstöfum og þá með annan framburð þeirra. Ég er með 2 sýnidæmi
hvernig þetta getur staðist. Og nú mjög langt síðan ég las þessar heimildir, en þær fóru á þá leið að það ástæða fyrir því að suður-asísk mál, það að segja þeir sem tala ekki suður-amerísk heldur suður-asísk tungumál, eiga erfitt með að segja tvöfalt L hljóð á enskunni, eins og í hello. Þá gæti komið fyrir að sá sem að talar þetta tungumál, sem að reynir að tala ensku, nær ekki að segja hello og endar á að vera svona næstum því, útgáfan af því, eins og til dæmis hero. Sá sem segir þetta skilur að það einhvers konar lokun sem verður til í munnholinu, tungan fer einhvern veginn upp og tónnin sungin framhjá eða í gegnum tunguna. En þá átti ástæðan fyrir því að vera að þetta hljóð L ekki algengt í þessum tungumálum. Einhverja ástæðana vegna voru suður-asísku löndin ekki að nýta sér þennan hljóð möguleika manneskjunnar þegar að tungumálin voru að þróast og verða til. Þannig að þau sem að eru frá þessum löndum og vilja læra ensku þurfa þá að leggja sérstaka vinnu í það að taka eftir mununum og að heyra hvenar á í rauninni að vera sagt hello og hvenar verið að segja hero eins og það væri skrifað með 2 r-um. Mig minnir jafnvel að það hafi verið gerð svona sneiðmyndatöku eða segulómunar tilraun með þessu, einhvers konar heila skann sem var gert í þessum einstaklingum og komist að því vísindalega og þá taugafræðilega að þau taki ekki eftir mununum á þessum 2 hljóðum eða allavega mun síður heldur en enskumælandi einstaklingur myndi gera. Ég ætla að tengja þetta við annað atriði sem að þá persónulegt. Þetta þá hitt dæmið sem að sannar að þetta gæti verið málið. Enski bókstafurinn tvöfalt vaff, þar að segja W, ekki til í íslensku. Þegar ég að læra ensku sem krakki, þá þurfti ég að taka eftir því að þetta væri stafurinn sem að sagður þegar hann birtist í orði sem ég sé kannski í texta á sjónvarpsþætti sem ég var að horfa á. Og einhvern veginn skera í sundur þá tengingu sem að ég hafði í hausnum á mér að þetta tvöfalda vaff væri ekki vaff hljóð. Og það var alveg ágætlega erfitt. Ég vildi einhvern veginn oft segja vaff hljóð þegar það kemur fram eins og í welcome. Welcome. Þetta ekki vaff hljóð. Varirnar ekki að snertast og að búa til fricative hljóð eins og í vaffi. Welcome. Þetta eiginlega sérhljóði sem skrifaður sem samhljóði. Hvaða rugl það? Þetta það sem ég þurfti að díla við sem krakki. En játningin að ég á ennþá erfitt með þetta. Þó að ég tali og kunni ensku mjög vel, þá þarf ég enn þann dag í dag að passa mig þegar að ég lendi á að vilja segja very well. He does it very well. Eða eitthvað þannig. Þá þarf ég að hugsa mig
áður en ég kem að orðunum að ég þarf að muna það very well og ekki very well. Einhvern veginn ég þannig víraður, tengdur í hausnum, að ég veit bara að það erfitt og skrítið hljóð sem að fara að koma. En að því mér finnst greinilega vaff og tvöfalt vaff svona líkt, þá gæti ég, ef að ég að flýta mér nógu mikið, ruglað staðsetningunum og sett vaff hljóðið á vitlausan bókstaf. Very well. Sem ógeðslega vandræðalegt að segja upphátt við einhvern. Allavega finnst mér það, af því að annars ég mjög góður í ensku. Þetta bara einn af mínum veiku hlekkjum sem að ég hef gert mér grein fyrir. Þannig að þegar þú ert að læra tungumál, pældu í því hvaða hljóð gætu verið í því sem að eru kannski aðeins lík hljóðunum sem að eru í þínu tungumáli og þú kannt að segja, og líka í þeim hljóðum sem að hreinlega finnast ekki í tungumálinu þínu. Ef ég tala það eldsnögt, þá get ég sagt frá einu svona dæmi af sér íslensku hljóði sem margir eiga erfitt með og tengist því einmitt að þurfa þá að móta hljóðið rétt í munninum til að ná að segja rétt. Því ef að þú gerir það ekki á réttan máta, þá mun það hljóma vitlaust. Og þetta hljóð tvöfalda ellið á íslensku. Það að segja það sem að hljómar eins og T-ell. Ell. Þetta gert á mjög ákveðin máta. Þar sem að tungunni lyft upp í góm og lofti svona spýtt framhjá einni eða báðum hliðum tungunar. Þannig að það eins og þú ætlir að segja L, bara eins og við vorum að tala áðan. En að þú býrð til sprengihljóð úr því. That you create a plosive out of it. Eins og þetta væri K eða G eða T. Þannig að setja tunguna á réttan stað þar sem þú myndir syngja L og lokar fyrir með tungunni og svo sprengir hljóðið framhjá henni. Það sem gerist hjá mörgum sem eru að reyna að læra þetta hljóð eða hreinlega bara að læra íslensku og pæla ekki of mikið í þessu hljóði, búa til sprenginguna á röngum stað. Að það gæti komið hljóð sem eins og að segja K og svo að fylgja eftir með loftinu. Kl, L, sem að vitlaust hljóð og það hljómar vitlaust í þeim eyrum sem að skilja íslensku mjög vel. Það myndu allir á Íslandi skilja að þú ert að reyna að búa til þetta hljóð en þú ert að gera það á rangan máta. Þú ert ekki að beita sömu tækni og við notum og það heyrist munurinn á því. Ef að þú átt erfitt með að ná að búa þetta hljóð til, þá það ekkert mál, það ekkert að þér. Það mjög margir sem að eiga erfitt með að segja þetta hljóð, líka þeir sem að eru uppaldir á Íslandi. Það sum börn sem ná ekki að segja þetta í mörg ár, þar til að þau ná loksins æfingu í því að búa þetta hljóð til. Ég ætlaði rétt að skjóta þessum lokapunkti inn. Ég væri alveg til í að tala meira svona atriði ef að það eitthvað sem að þér þætti forvitnilegt. Ef það eitthvað sem að þér þætti forvitnilegt að fá að heyra mig tala framburð og atriði tengd framburði, þá máttu endilega skrifa inn á Facebook síðu þáttarins og láta mig vita af óskum þínum. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra núna.
Ef að þú hefur náð að hlusta svona langt, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language, I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's gonna be within the Linktree link that you're gonna see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.